Bjarki, til hamingju, þú ert náttúrulega búinn að bíða lengi eftir þessum. Já, takk hérlega fyrir það. Já, það er búið að vera smá bið en virkilega gaman að loksins taka hann. Þetta var hörku jöfn og flott spilamennska hjá þér í öllum mótum. Já, hún var nokkuð góð. Það var í rauninni bara fyrsti hringurinn þar sem ég sló 2 svona frekar léleg högg sem að kostuðu mig. Ég átti ekkert fleiri svoleiðis högg sem að voru svona að kosta mig mikið. En það voru 2 högg á fyrsta hringi, slæ out of bounds með járni á 50 og svo slæ ég hérna á 9. fæ bóki með því að bara slá í rauninni bara galið högg. Þannig að það eru svona 3-4 högg sem að kosta þar bara á einhverjum svona vitlausum ákvörðunum. En svona ef maður skoða skórkortið þá er þetta alveg svakalega jöfn og flott spilamennska allan tíman. Og varstu með svona einhverja stefnu, varstu búinn að setja eitthvað plan á völlinn fyrir mótið? Já, ég ætlaði að spila 20 undir. Ég var með markmið á 500 á hring. En það er vissulega virkilega flott markmið. Ég hef einungis einu sinni náð því á mínu ferli þegar ég vann Berlin Open hérna með Adda úti fyrir 4-5 árum. En markmiðið mitt er yfirleitt 20 undir þegar ég legg á stað í 4 daga mót og það bara svona setur svolítið tónina. Ef ég er komin 1 undir þá vill ég komast í 2, 3 og 4 og halda áfram. Þannig að það var svona markmiðið mitt. Ég vissi að það yrði erfitt eftir ég tók par á fyrsta degi. En það hélt samt bara áfram, þú veist, þá var bara komið, ég þarf að spila 7 undir næstu 3 daga. Þannig að alltaf að reyna að halda þessu að maður sé að sækja. Skiptir ekki mörgum staðan að reyna að halda þessu sókn gangandi. Hvernig fannst þér svona völlurinn, hvernig myndirðu segja hann væri erfiður eða frekar léttur, hvernig myndirðu svona setja hann í hvaða röð myndirðu setja hann? Já, hann er bara virkilega flottur, hann er virkilega krefjandi á köflum en það er virkilega mikið af járnum oft. En þú veist, hann býður alveg upp í dans, þú getur verið aggressífur og tekið dræfera og svo býður hann líka bara að halda boltanum fyrir fram að eins og sáum á 10. Ég í rauninni fyrsta degi var smá hópþrýstingur fannst mér, ég var svolítið ósáttur með sjálfum mig að ég lét vaða á grínið sem ég ætlaði mér ekki að gera, slæði þar í vatnið, svo hérna dagana legg ég alltaf upp. En hann býður klárlega í dans og eins og sé, völlurinn hefur bara aldrei verið svona góður, virkilega grínin eru bara eins og teppi bara virkilega flottur Varst með forystu, og fyrir lokadaginn líka, varstu með svona, hvað hugsaður í morgun, var þetta eitthvað, bara halda áfram að spila þitt gól og gamli frasinn? Algjörlega, bara halda áfram að spila sitt gól og ég er svolítið á því að reyna að gefa ekki högg frá mér, þú veist, náði því vel að fyrirni, ég var ekkert rosalega að spila eitthvað glansgól en ég náði alltaf að bjarga pörum, eða þú veist, náði alltaf að fá par og svo tek ég birdie á 7 og kemur aðeins í gírinn en svo detti ég algjörlega í gírinn hérna með 5 birdie í röð á seinni sem að setti algjörlega tóninn og ég vissi svo sem ekki að því á þeim tímapunkti en þar svona skildi ég svolítið eftir í rauninni það sem var í 2. og 3. sæti. Ég svona gerði þetta mjög þægilegt fyrir mig með þessum 5 fuglum. Eitthvað sem gerðist þá? Nei, bara mér fannst ég ekki vera að spila alveg jafn vel og mér fannst ég geta það í dag og það kom bara kannski aðeins meira ákveðni. Ég var virkilega grimmur, þú veist, náði einhvern veginn að blokka allt í kringum mig. Frændfólk og eitthvað sem að sagði mér að ég hefði ekki heilsað í, þú veist, í nokkrar hólur, það var bara því ég sá það ekki, ég var bara virkilega fókuseraður. Mér líka bara, þú veist, mér langaði að vinna, þú veist, ég hef ekki unnið áður svona eitthvað mót hérna í Íslandinu með unglingaflokkum. Þannig að það er bara sætt að taka þennan titil þá sem fyrsta sigur í karlaflokki hérna heima og bara, þú veist, ég tel mig geta unnið mótin sem ég fer í og það er bara gott að geta sýnt mér það líka að ég get unnið þau, þannig að virkilega ánægður. Þannig að þú varst ekki að pæla í og þó að munurinn hafi verið orðið, forystaginn hafi verið komin niður í 2 högg miðjan hring í dag. Nei, við í rauninni ég ákvað að kíkja ekkert á símann, ég var bara með mitt markmið og ég var með svona góða hugmynd að það myndi duga en svo fann ég svolítið frá mínu fólki sem var að fylgjast með mér að ég fann það bara svona, þú veist, að það var ekki svona þegar ég misti pút og svona, þannig að ég vissi að þetta var kannski svona orðið, ég átti eitthvað veganesti, ég áttaði mig ekki á eitthvað svo mikið og svo ákveði ég að kíkja á símann hérna síðustu hólum og sé að ég á 6 högg og það svona, þú veist, það fór svona aðeins fyririldið og kom, þú veist, ég var svona aðeins öruggari með mig og þetta var ekki jafn svona stressandi. Gengur vel að útiloka svona hugsanir eins og skor? Já, mér hefur tekist ágætlega og gott dæmi til því er að í gær og í dag veit ég ekki á hverju ég er. Ég er búinn að vera að vinna því lengi að taka bara alltaf 1 högg í einu og reyna svona að skilja allt eftir og mér er farið að takast það bara nokkuð vel og gott fyrir mig að sjá það hérna. Ég vissi ekki, fólk spurði mig á hverju ertu, ég hef ekki hugmynd. Ég vissi að ég var kannski 1, 2, 3, 4 undir en ég áttaði mig ekki á hvað það var. Þannig að maður segi ég spái ekki mikið í því, ég reyna að halda því bara svona bakgrunn. Nú hefur verið að eltast við, getum við sagt, atvinnumanna drauminn, hvernig er staðan á því máli? Já, það er nú valla. Ég gerðist atvinnumaður í janúar og COVID slóð bara það algjörlega utan undir. Þannig ég náði 4 mótum á Nordic League og hef ekki fengið neinn boð nema 1 núna
á Evropatúrinu eða Challenge Tour, það var svona sameiginlegt mót en ég fekk bara kallið aðeins svo seint að ég hélt og lagði ekki í að fara út með þessu stutta fyrirvara og svo ég líka bara verið að vinna svo rosalega mikið og takmarkaðar æfingar svona á þeim tímapunkti. Ég tók góðar 2-3 vikur núna fyrir mót og æfði rosalega vel en það var bara að sjá hvað kemur, vonandi fer þetta COVID ástanda að ljúka og við getum fara að lifa okkar eðlilegu lífi. Varstu ekki að æfa á fullu allan COVID-tíman eða frá því í vor? Nei, engan veginn. Ég tók þann tólin á það að ég var ekki það fjárhagslega öruggur að ég gæti farið út í atvinnumannadrauminn og hugsa ok, ég á nóg fyrir ári. Þannig ég tók það leið að það kom og ræddi við mitt fólk og aðila sem að hjálpa mér eins og forskota að ég fengi í rauninni grænt ljós að afla mér tekna. Þannig að ég gæti haldið áfram að spila og ég var svo sem alltaf með það á hreinu að ég myndi taka þátt hér og myndi æfa vel fyrir það mót og eins og ég held að það var bara verið rétt í stöðuna fyrir mig af því að það er ekki gott að vera að ferðast erlendis og þurfa að hugsa hverja einustu krónu og kannski fara í mót og hugsa ok, ég verð að þéna X hérna til þess að eiga hana fyrir næsta móti. Þannig að það var svona mín pæling. Bara til hamingju. Takk hérlega fyrir, takk.